Já, Yngvi, þetta var erfiður leikur, svolítið, svona, og setur ykkur í svolítið vonda stöðu. Hvað var svona einna helst heldurðu sem að þið getið bætt fyrir næsta leik? Það munur að minna að Nebo var í banni og þú veist, við vorum stigi betri, eða 2 stigum betri heldur en við vorum síðast, þannig að þú veist, að mörgu leiti þá er eiginlega alveg ótrúlega að við bara tapum með 10 með við það að við skjótum 20% í þriggja og 60% í vítum og þeir taka 12 fleiri frákastundum við, þannig að þú veist, lögum þetta og þetta er allt hluti sem við getum lagað. Þá erum við bara, ef við náum að tengja saman heilan leik, þá erum við bara góðir. Þeir settu svolítið svona augljóslega svolítið mikla áherslu á það að stoppa Nemanja þarna undir görnu. Voru að spila 2-3 svæði þar sem er frontuðan svolítið. Þetta er eitthvað sem þú þarft kannski að skoða fyrir næsta leik? Já, þeir eru aðalega bara að láta þeir komast upp með það. Oliver hangir inn í teig og er í lagi tvítekkunni og svo fá þetta, þú veist, þeir bara við svo tóku dómarnir strax á því númer 16 að þeir flautu fljótt á hann villu en það var ekki annað hægt en það fer mikil orka í að bæði að koma boltanum inn á hann og líka fyrir hann að ná í stöðu en að samanskapi þá þurfum við að vera aðeins betri í því að losa pressun af honum og bara setja skotin fyrir utan í staðinn. Já, ég mynd við vorum kannski ekki alveg að hitta þið voru ekki alveg að hitta nógu vel fyrir utan þegar að boltinn kom út. Nei, við leystum líka það að Adam átti góða skorpu hann í fyrri hálfleik sem þar sem þeir voru að vinna vel saman. Adam var að kötta körfinni og var að setja skoti frá vítalínu en svo var hann bara svo óheppinn að hann ætlaði að verja skoti og fekk 3. villuna, þá þurftum við að taka hann út á og þá riðlaði vörnin í okkur sem var búin að vera ágætt á þeim tímapunkti. Þannig að við náðum eiginlega aldrei svona taktinum eftir það en fyrst og síðast þá verðum við bara að skjóta betur og frákasta betur. Já, ég ætlaði að koma inn á frákastin því þetta er nú örugglega bara mjög sjaldgæft að þið tapið frákastabaráttunni. Þetta voru náttúrulega svona einkum löng frákast sem við voru að missa. Já, bara sem sagt framverðinni hjá okkur í bakverðinni sem eru fyrir framann í svæðisvörninni. Þeir voru bara oft ekki einbeittir að grípa þessa bolta. Þeir voru ofta að standa og starra og fór boltinn yfir hausinn á þeim. Og en þú veist, fráköst eins og allt annað er bara liðseffort og við getum bætt það. Mér fannst þetta vera svolítið í höndunum á Júri og Nemanja að þurfa að sjá þau skítverk og mér finnst bara fleiri geta lagt á svona hönd og plóg þar. Þannig að ég er alveg þú veist, við lögum það. Það er ekkert á hverjum degi sem að menn taka fleiri frákostlöfum við, þannig að við lögum það. Já. Þessi leikur þróaðist samt mjög svipað á hinir leikinni. Þetta er náttúrulega 4. eða 5. leikurinn sem þið spilið í vetur í rauninni. Við höfum gjarnan verið í því hlutverki að elta svolítið. Það tekur náttúrulega svolítið miklu orku, þannig að það er kannski mikilvægt að byrja mjög sterkt í næsta leikur en að hafa yfirhöndina. Já, ég meina við byrjuðum ekkert illa, það er bara sama sagan var það að við hittum illa og þar af leiðandi, þú veist, þetta var ekkert alveg frábær fyrstileikur til dæmis en við verðum einhvern veginn að nýta okkur það þegar hinliðin byrja svona hæg og eru að venja sig gegn vörnin okkar eins og við gerðum í dag þá verðum við þetta svolítið að ganga lagið og refsa þeim fyrir það. Mér fannst við bara ekki gera það. Þú veist, við höfðum svona öll völd til þess að gera það stemma leiks en fórum strax elta. Nú erum við svolítið með bakið upp í vegg í rauninni sko. Þetta verður svona krefjandi leikur í næsta leik. Heldur þú þurfir að mótivera menn? Heldur að menn verið tilbúnir? Sko þetta er alltaf bara gömul saga og ný að þú veist 2-0 undir hvað oft þú veist við erum að serju en við erum ekkert að eltast við það. Við erum nýtt félag og erum bara að eltast við þennan fyrsta sigur í sögu félagsins. Og það er bara göfugt markmið og við fáum Nebo ferskan inn og kannski öklina á hann aðeins betri heldur en hann var. Og þú veist, við höfum engu að tapa og þú veist, það skiptir engu máli hverju ég trúi. Leikmenni verða að trúa þessu. Ég auðvitað bara vinn mína vinnu og reyna að undirbúa liðið en fyrst og síðast þá liggur þetta hjá leikmennum svolítið að hvernig þeir koma stemdir inn í þetta. Það er bara bjartsýni. Já, því er ekkert annað. Ég meina, þetta er bara gaman og við höfum alltaf sanna og engu að tapa. Takk fyrir það.